Vosi. Það er Vosi. Alfred. Meðan öldur á eyðinu brotna og unnið full á klettaskóg. Að ég leita í eyjarnar eins og fyrr í æsku minnar spór. Þar sem löndin ljúfastur fuglar, þar sem liðið syngir bór. Og binni hans sótt í sjávardjúp 60.000 tonn. Meðan lífsþorstin leitar á hjörtum, meðan leifstrar augans glóð. Og á höfðanum þjóti ég 13 stig, ég þrái heimaslóð. Ég þrái heimaslóð. Á að geta klappa. Það er góður bragurinn sem hafi verið gröð. Já, við kunum það nú ekki. Við munum hann frískan í fasi. Já, já. Með fögnu í augunum björtu og lengi sem lyftur glasi og lífa sæbarinn hjörtu. Hvort sem hann lagði dýfst á dröfn eða dorgaði upp við sand. Fleginu stýrði heil í höfn og oppaði karsku. Hann stóð við öldustokk af öðrum góðum var. En þegar að reyndi á þennan skrokk, þá vissum við hver hann var. Hann færi línan nætur og net, í netu og veðrallíð. Á Gullborgu slógu þeir met eftir met, því magnaðir fransara kýr. Saman þeir feðgar sigldu höf, því saman var gaman að slást. Og sonur hans Binna, hann Sævar í gröf, síðastur manna brást. Suðaustan 14 í siglum hví, að seltunni þyrstir mann. Bergja þá vínirnir brennir vín, og bokkunum rendar hann. Bítast arð og auð, eignast banka og hrað. Gleðjast við orður og gána frauð, við gefum skít í það. Hver þekkir hjartað sem bak við býr, brjóstið sem heitast læg. Lífið undarlegt ævintýr sem enginn skilið fær. Rauðan jökul við bláman ber og bjarmar við skýjahlíð. Í síðasta róðurinn Sævar fer og siglir á ókunn víg. Eftir hvernig þetta? Ásibæ. Þetta er eitt besti textinn hans og besta lagið. Það er lag og texti bæði eftir Ásibæ. Já. Þegar Sævar dó, hann drakk sig nú í hel. Já. Það var Ás í Ölfusborgum og keyrði upp á Kamba, horfði út í eyjar, samdi þetta lag og þennan texta. Já, hann er æðislega fallegur. Það er rosalega fallegur. Já, það er rosalega fallegur. Gríkarskur aldrei að vera gefið út. Já, hann er á flöti hjá. Það er á heimsútgáfunni hjá mér, jú. Já. Ég hef ekki Við erum með svítu. Og svo var einn vinkonu samt að segja að mann yrði að fara tónleika, óperutónleika í Vínarborg. Það var ekki hægt að vera nema í Vínarborg og að gera óperutónleika. Þannig að aldrei síðan fann svoleiðis á æfinni, bara sungið Hellisey. Og hún sagði það stundum á kvöldin, bara rétt fyrir sýningu, það fá ódýra miða. Þá sér það röð, utanskott að fara bara röð og fara ódýra miða. Og Helgi að spásira, sér 10 manna röð og segir það er best að fara á tónleika. Og eftir smá stundur bara komum 200 manns í röðina. Hann var síðastur sem fikk miða, svo fer hann inn og er sestur. Og þá kemur í ljós þetta er Placido Domingo, tónleika. Og átti þeim bara ammæli þá og sungið fjörugt og svo daginn eftir hittir hann vinkonu sína og hún segir hvað segir þið? Finnst þið ekki æðislegt að upplifa það að komast tónleika á Placido Domingo? Þetta er alveg stórkostlegt.
Nei, ég er svo vannur á tónleikum Abba Jónsson.